Góðan dag, gott fólk og velkomin. Við erum að fara í ferð sem að Drottinn hefur valið fyrir okkur hver en við kannski í þessum töluðum orðum erum ekki alveg átt okkar á hver sé. En við treystum lifandi Guði og vitum að hann fer ekki með fleipur og leiðir okkur lendur sem eru gefandi lendur og farsælar lendur og allt það. Svo mikið aldint höfum við nú lært af göngunni með Drottni að við erum með þessa þætti alveg á hreinu og að við sjáum að það nú ýmislegt sem á hreinu hjá okkur, það nú málið. Það ekki allt svart og sigurlaust sem að okkur hefur verið boðið upp á. Hann Drottinn, hann býður okkur alltaf eitthvað fallegt með og villu þetta við bara séum þakklátt fyrir það sem hann að rétta upp í hendurnar á okkur því að hann aðeilinn sem að gerir það. Við erum í raun og veru og höfum aldrei verið neitt nema þiggjendur. En þakklæti nú oft áfátt vegna þess að við sjáum ekki að við erum þessir þiggjendur. Okkur finnst við standa okkur vel. Við erum búin að gera þetta, við erum búin að gera það hitt og svo eigum við þetta og hitt skilið og svo framvegis. Ég held að við eigum það bara skilið að fá að borða á hverjum degi og eiga atvinnu og hafa atvinnu sem að framfleytir okkur í lífinu. Þurfum við eitthvað meira en þetta? Hver þá inni á hverjum ef þetta staðan? Getum við ekki þakkað fyrir það til að mynda að við sem ungt fólk og yngra fólk en við erum í dag höfðum atvinnu. Við fengum peninga fyrir það sem við störfuðum við og hvað gerðum við? Þetta sem við vorum að fá framfleytti okkur. Hvað þakkir á ég skilið fyrir það að þetta var í raun rétt mér upp í hendurna. Það ekki þannig? Ég líti ekki svo á að þó ég sé komin á eftirlaun í dag að samfélagi skuldi mér eitthvað. Ég ekki með þá hugsun uppi og hef aldrei komist upp í þessa hugsun. Og skil hana kannski ekki að öllu leyti. Ég bara þakkláttur fyrir það að vera hér í dag. Ég þakkláttur bara fyrir mitt líf. Ég þakkláttur fyrir allt starfið sem ég hef fengið að vinna. Ég hef fengið að vinna. Af hverju? Af því þessi störf voru til boða. Það voru einhverjir aðrir sem sköffuðu þessu, útöfuðu þessu og störtuðu þessum störfum til að ég geti gert eitthvað. Þannig að ég veit ekki hvað þakkarefni ég á skilið og ef ég hef staðið mig vel í vinnunni sem ég veit ekki hvort það þá það bara plús. En við erum öll í þessu lífi til þess að láta gagn á okkur verða. Og núna erum við komin á þennan aldur að við erum sem sagt komin á framfærslu hins opinbera og ekkert það að segja, bara besta mál. Vegna þess að lögin í landinu á sínum tíma bjuggustu því að ríki tæki við sínu fólki eftir að einhverjum ákveðnum aldrei var náð. Þannig að við erum auðvitað að fá uppskeru að vinna okkar af skattgreiðslunni sem við verðum að vinna og sinna í gegnum okkar starfsferill. Ég spyr nú bara á móti en hvaða þakklæti á ég fyrir það? Í dag ég að skera upp að því sem ég var að greiða og ég fæ þetta tilbaka að hluta til. Þarf ég meira? Já, ég þarf ekkert meira, nei. En sumum finnst að það sé þröngt skorið hjá þessu fólki, en það gildir ekkert fyrir mig. Ég hef ekkert neitt við meiri peninga að gera heldur þá sem ég með í hverju mánuði og ég get alveg lofa því að það einhverja aðrir sjóðir en þetta sem ég að sækja í. Það sem ég hef á mánuði, ég veit ekki eins og hvað það er eitthvað 300.000, það bara lágmark og það nægir mér alveg. Ég bara þakka þessu samfélagi fyrir það að það skuli búið svo hnúta að þetta kleift
Þannig að samfélagi skulda mér ekki neitt. Það skulda mér ekki einu sinni þakklæti. Fyrir hvað? Fyrir að fá að vinna? Ég veit það ekki. Fyrir það að þiggja laun fyrir mína vinnu? Ég veit það ekki. Kannski er það þakklæti að samfélagi ætti að þakka mér eitthvað sérstaklega fyrir það. Mér finnst í þessu máli vera svolítil hugsanavilla. Þetta er eitthvað sem menn þurfa að endurskoða og hugsa upp á ný vegna þess að ég tel að þetta sé ekki rétt breytni, rétt hugsun. Því að við getum svo auðveldlega snúið þessu öllu saman við og við orðið þetta þakkláta fólk vegna þess að við höfðum þó þetta sem við höfðum þessa vinnu, við höfðum þessa framfærslu, eins og vorum að tala um áðan, eitthvað sem aðrir settu fram til að ég geti fengið laun. Hverjum á ég að þakka? Ég veit það ekki bara, ég á að vera alveg heiðarlegur. Og akkur ætti ég að ætlast til einhvers þakklætis fyrir mína parta? Ég er bara hér. Ég er bara orðið þetta gamall. Svo er Guði fyrir að þakka að við höfum náð þessum aldri. Og lögin kveða á það að eftir ákveðnum aldri er náð, þá komi hið opinbera að máli og skaffi peninga. Hvernig þetta kom á, veit ég ekki, en ég segi þér það, bara til að þú viti það, að eitt sinn þá var þetta ekki með þessum hætti. Það hefur ábyggilega verið mjög erfitt að vera aldraður maður til að mynda aldamótin, eða fyrir aldamótin, já aldamótin. Þetta fólk, þegar datt út á vinnumarkaðnum, þá hafði það ekki neitt. Fjölskyldan sem að, já, allir tengjast einhverju fjölskyldu, hún sá þetta aldraða fólk. En hvað með einstæðingana, ekkjurnar, eklana, sem stóðu bara einir eftir? Þeir höfðu ekki neitt. Þetta var fólki sem að þú sást á götunum, það var með betlistaf í hendi. Það var leigt til ýmsa viðvika. Við munum eftir því að það voru til vatnsberar. Þetta var fólk sem bar vatn heima dyrum fólks úr brunnum bæjarins. Voru með einhverja klafa á öxlunum á sér og tvær fötur kannski sem héngu í þessum klöfum. Og með þetta gekk fólki til íbúana og þáðu einhverja smáaura í staðinn eða fengu mat að borða sem greiðslu. Allt var þetta útslitið fólk, gamalt fólk, vegna þess að það var með einhverjum hætti að bjarga sér. Það var auðvitað þakklátt fyrir hvert viðvik sem það fékk. En erum við þakklátt hinu opinbera fyrir það þó sem við höfum? Það eru mjög misjafnar skoðanir á því. Sumir eru það, jú, eins og ég er einn af þeim mönnum og ég þakka Guði fyrir það. En þeim miður þá er ekki allir á þessum stað. Og eins og vorum að tala um á það, þá hefur þessi hugsanavilla komist inn að þessu fólki beri eitthvað sérstakt þakklæti fyrir það að vera orðið aldrað. Halló, hvernig? Ég sé það bara ekki. Bara því miður. Ég er á þessum stað. Og ég kæri mig ekkert eitthvað þakklæti til mín fyrir velunnin störf. Ég sé þetta allt öðru ljósi. Ég sé það með þeim hætti að þetta sem ég var að gera, ég þurfti bara á þessu að halda. Jú, ég vann oft mikla vinnu, eins og við öllum höfum gert. Og ég þáði laun fyrir þessa vinnu. Og fyrir þessi laun þá framfleytti ég mér. Keypti mér mat, leigði mér hús eða herbyggi eða hvað það var og borgaði af þessu launum. Ég sé ekki eitthvað þakklæti sem maður þarf eitthvað að fá fyrir það.
fyrir að vakna á hverju morgni og lifa lífinu sem í boði er. Og þannig er það nú bara með okkur öll að við göngum ellinni, eða verðum ellinni að bráð. Það er bara gangur lífsins. Ég er bara þakklátur fyrir það sem er í dag. Fyrir það sem ég hef í dag. Fyrir aðstöðuna sem ég bý við í dag. Fyrir kirkjuna sem ég til er í dag. Og svo framvegis og svo framvegis. Það var enginn litið eitthvað niður á mig fyrir það hvað ég er orðinn gamall. Það har bara aldrei verið þannig, ég veit ekki með aðra. Og það var svo sem enginn verið að tala um það hvað maður stóð sér vel í vinnunni í gamla daga. Maður stóð sér bara eins og aðrir. Kannski stundum vel og stundum ekki sérstaklega vel. Maður hefur fengið sitt þakklæti. Maður hefur fengið sinn meðbyr. Maður hefur fengið sitt mótlæti. Og hver segir einhver annað fyrir sig. En ég á meira í dag. Og fyrir það er ég afskaplega þakklátur. Hann heitir Jesús. Hvað með þig? Ertu kannski í slagsmálum við Jesús? Ertu kannski þeim megin veggjar að þér finnst að hann eigi bara að fara? Hann er fyrir. Hann sé að trufla líf mann og kvenna. Og þú ert meira að segja orðið svo forhertur að þú gerir allt þú getur til þess að halda börnunum frá því. Frá honum. Þú ert uppalandi og þú átt að sjá til þess að börnin fái það besta. Og hér er einn sem fullyrðir að Jesús sem þú ert að reyna að halda börnunum frá, ef þú ert manneskjan, að þú ert að taka það besta frá þeim. Það er ekki rétt viðhorf. Það er ýmis viðhorf sem er ekki rétt hjá okkur mönnunum. Og það held ég við getum alveg verið sammála um. En ef við tölum ekki þessi mál, að hvernig ná þá að rétta af kursin? Ef við bara samþykjum allt sem verið að segja, hvernig ná þá þetta rétta að koma fram? Það verður að tala þetta rétta út. Það verður að fá fólkið mig og þig til þess að vera allavega í það minnst að ígrunda þessi mál. Hvort það sé nú ekki hægt að hugsa þetta eitthvað öðruvísi en við erum að gera. Og ég get alveg lofa þér því að fyrsta skrefið til þess að komast inn á þennan stað, það er þegar þakklæti fyrir að kvikna. Jú, ég hef þessa framfærslu. Ég hef þessar 300.000 krónur á mánuði, ekki há upphæð með að við dýrtiðin í dag. En þetta er það sem maður hefur búið við síðustu ár. Og maður hefur látið sér bara lítið nægja. Ef að ég geta, þá getur þú það líka. Ef að ég get skorið niður þannig hjá mér að ég get orðið látið mér lítið nægja, þá getur þú það líka. Þetta snýst ekkit heiður, kannski eru menn að vilja fá einhvern heiður, af hverju? Hvað hef ég afrekað sem að ég ætti að þykja einhvern heiður fyrir? Ég sé það nú ekki alveg í hendi minni, frekar eins og margt annað. Það getur vel verið að einhverjum finnist á einhver staðar að maður ætti að fá einhvern heiður. Og bara kemur hann. Ég er ekkert að biðja hann og er ekkert að sækjast neitt eftir honum. Ég er bara sátt manneskja í dag fyrir það sem ég á og fyrir það sem ég hef. Og það vil ég hvetja menn til þess að vera. Já, hvernig ætlar þú að breyta því sem er í kringu þig með einhverju gremju? Hvað gerir gremjan? Hún bara eykur á kvölina. Breytir engu. Og þú heldur áfram að vera þessi, eins og þú segir sjálfur, bláfátaka manneski sem getur aldrei leyft þér neitt. En þetta er eitt af því sem maður hefur lært í gegnum lífið. Það er að sníða sér stakkin eftir vexti. Þetta er það sem ég hef á mánuði. Þetta er ekki flókin reiknidæmi. Og það kostar ákveðið það sem ég þarf að gera.
og þetta eru peningarnir sem ég hef í það. Þannig að maður verður að miða við þetta. Við getum ekkert miða við allt fólki sem er að fljúga 2 ára á ári til útlandana góðu, eða meðan að það var, en minnum það núna. Af hverju viljum við vera að miða og metast við eitthvað annan? Það er ekki hyggilegt verk að miða við eitthvað annan. Við verðum að skera stakkin sem hentar okkur og sníða og sauma. Því að þetta er það líf sem ég þarf að lifa. Og það get ég alveg viðurkennt að peningarnir skipta þar verulegu máli. Þetta heitir líka nægjusemi, sem að víst enginn á að vera haldinn. Við eigum að vera óánægð með það sem við höfum til að geta verið að garga svolítið og vera leiðileg, hvort við annað og alla í kring. Ég vill ekki vera þar. Og af því ég vill ekki vera þar, þá er ég tiltölulega sáttur bara við þetta sem ég hef. Ég er í raun og veru ekkert að biðja um neitt meira og hef aldrei gert. En ég hef eins og að lært að fara með það sem ég hef. Og hvað gerir? Nei, ég hef nú getað leyft mér það sem mér hefur langað til að leyfa mér. Þannig bara er það. Ég borða allan þann mat sem ég mér langar til að borða og kaupa hann bara af þessu litla sem ég hef. Og ég greiða af þessu litla sem ég hef allt sem ég þarf að greiða. Og ég er nú ekki á neinu flæðiskeri staddur. Eins og ég var að segja á þann, þá er ég ekkert að sækja inn á sjóði sem að ég hef aðgang að. Ég hef bara þetta og punktur og eftir. Og ég er ekkert að biðja um neitt annað. Þannig að þú færð mig ekki inn í þennan hóp sem að vil meina það að fólk sem er komið við ákveðin aldur eigi einhvern heiður skilin umfram aðra. Auðvitað eigum við öll heiður skilin. Það gildir bara um alla mannlífsflóruna, ungur og gamall. Það er engin munur á því. En bara við það að verða aldrað manneskja, ég sé ekki heiðurinn sem að mér beri fyrir það. Ég er á sama stað og allir mínir jafnaldrar. Þannig að það er engin munur þar á. Og allir þessir jafnaldrar mínir hafa hrörnað. Þeir hafa gránað. Þeir hafa missað mér hárið. Þeir hafa fitnað. Þeir hafa grens og allt það. En sumir af jafnöldrum mínum eiga sama og ég, þeir eiga Jesús. Og það má lofa því að þeir sem eru með hann eru svolítið glaðara fólk heldur en hinir sem eru bara krumpaðir inn í sjálfum sér og alltaf reitt fólk. Hvaða líf er það? En það er erfitt að eiga við svoleiðis ef að menn vilja vera þar, þá náttúrulega bara halda þær áfram að vera þar. En ég er að segja þér, það er til annað. Jesús er fyrir alla. Hann segir að hann muni vel fyrir sjá. Hann muni sjá fyrir okkur þar til að gráar hærur eru komnar frá sem sagt vöggu til grafar. Þá ætlar hann að sjá um okkur. Allavega vill ég enda líf mitt þar, bara í faðmi Drottins, og það er það sem ég er að bjóða þér. Vertu þeim megin. Eins og hann segir sjálfur, reyni með einu sinni og þann hátt, hvort ég opni ekki flóðgáttir himins. Og hann lærir, og þú lærir af honum, af því hann er vitur, hvað er nægjusemi. Og þú skilur að því þú veist hvað nægjusemi er, hvernig róin af henni kemur yfir þig. Og þú lærið ekki máls að því að vera að taka þátt í einhverju umræðu um eitthvað annað. Þú ert bara einstaklingur. Jafn rétt á öðrum einstaklingum, ungum og gömlum. Það er engin munur á, þú ert bara manneskja.
Guð hefur gefið mér að horfa á sjálfa mig með þessum augum. Og fyrir það ég bara afskaplega þakklátt manneskja. Því að þetta það sem við eigum að gera. Við eigum að vera þarna. Nei, vinir, ég sé ekki heiðurinn af því að eldast. Ég vil bara vera þakkláttur fyrir það að hafa náð öllum þessum árum. Það vil ég miklu frekar. Þakkláttur hverjum, auðvitað honum sem lifir, sem skóp mig og þig og okkur öll og segir sjálfur hann muni vel fyrir sjá. Menna, hvar eru áhyggjurnar mínar? Þær eru allavega ekki til að þessu leyti, það rangt? Ekki fyrir mig, ég veit ekki hvað þú segir, það ekki fyrir mig að röng afstaða. Mér finnst það mjög rétt afstaða. Við hljótum að þurfa að tala svona vegna þess að við þurfum að leggja gott inn í líf hvors annars. Og þetta það besta sem við getum gert hvort fyrir annað, það eru uppbera hvort annað með því að segja að við höfum nóg. Já, ég hef nú ekkert nóg. Já, þú segir það. En ég bendi þér á það sem þú hertir með í hverju mánuði og það hyggilegt að skoða það og þú kannski hefur ekki nóg en kannski spyrði aldrei spurningarinnar hvað á ég að skera niður? Hvað verði ég að skera niður? Því ef ég endar ná ekki saman útgjöld og það sem ég með til umleikis þá þarf ég að skoða í kringum mig hvers vegna þetta svona og ég verð bara nauðugur viljugur að taka burt eitthvað af þessu til þess að enda náið saman til þess að þessi uppað sem ég fæ hún dugi en ég get náttúrulega farið í slagsmál við þetta og fundist þetta mesta óréttlæti að þurfa yfir höfuð að vera að skera niður við sig. En hver í sínu lífi aldrei þurft að skera neitt við sig? Þeir tíma voru í manns lífi að maður byggði upp. En svo kom líka þeir tímar í manns lífi að þessi uppbygging hún stoppaði. Og jafnvel það að fór að draga úr henni og ég komin í allt aðra aðstöðu heldur var þegar best var. En hvað ánægju vogin? Hvar stendur hún? Ég geti auðvitað bara að tala fyrir mitt líf, hún bara nokkuð há eins og hún hefur alltaf verið. Af því maður hefur aldrei verið neitt að leika sér með þessi mál. Maður har bara hort á þetta eins og þetta kemur fyrir á kunni hverju sinni. Og hér ég með þetta líf mitt sem ég lifi og afskaplega þakkláttur fyrir að eiga og ekki að biðja neitt í raun og veru. Og akkur ætti ég að vera að biðja einhvað talandi það í hinu orðinu að ég hafi allt. Og það staðan. Þannig að ég mun ekki flykkja mér í þann flokk sem að telur að einhver, þó hann verði aldraður, hún ber einhver heiður fyrir það. Ég bara næ ekki upp í þessa hugsun. Eins og ég var að tala líka, ég sé ekki annað að þetta sé svona ákveðin hugsana villa. Hvaðan þetta komið, ég bara hef ekki hugmynd það. En ég reikna með þetta sé komið sem svona þrýstitæki á til að mynda stjórnvöldum að þau breyti sinni sín á, til að mynda aldraða. En hver segir að þau hafi ykkur að ranga sín á þeim? Hver það af þeim sem að gegnir stjórnunarstöðu veit ekki að hann verður sjálfur og sjálf gömul manneskja einn daginn ef Guð lofar? Við erum öll á þessum stað. Það sem við eigum að gera, og það sjálfsagt mál, að við bara fylgjum ákveðinni þróun. Og það gert. Þarf það að vera hærra, þarf það að vera hærra síðan bara matsatriði á hverjum tíma. Ég þarf ekkert meira sem ég var að tala áðan, en ég þetta tala bara fyrir mig.
og hef aldrei beðið neitt fyrir sjálfa mig hvað þetta varðar. Lengst af var ég nú undir lágmarkslaunum. En þegar ég fekk þennan blessuðu ellilaun, þá hækkaði ég nú bara mér fannst að vera ríkur maður og eftir. Svo látt var þetta nú áratuginn á undan. Þannig að ég kvart ekki. Reyndar ég nú ekki einn af þeim sem kvarta og ég er bara þakkláttur fyrir það að ég lifi með Jesú í dag. Og ég gef honum allan heiður og dýrð. Og ég hef verið óþreytandi við það að láta menn vita af honum. Mætti hans og megin. Og það eru margir sem taka auðvitað við þessu og eru á sama stað. Við erum margir sem erum á þessu stað að þiggja allt frá Jesús og vita hvaðan við þiggjum góðgerðirnar. Er það ekki mikilvægt líka að vita frá hverjum við erum að þiggja þessar og hinnar góðgerðir? Í mínu tilviki heitir hann Jesús. Kannski heitir hann einhverju öðru nafni í þínu tilviki. En þetta er það sem ég vil boða. Ég vil biðja menn og hvetja menn til þess að vera sátta í eigin skinni. Horfa í kringum sig og segja við sjálfan að þetta er staðan sem ég hef að vinna úr. Og ég, eins og við öll getum gert, við getum sagt okkur sjálf og ég ætla að gera eins gott úr þessu og hægt er. Já, jafnvel þó ég þurfa að skera eitthvað niður við mig, þá bara geri ég það. Þegar ég vil lifa heilbrigðu lífi. Ég vil ekki vera einhver staðar á einhver stað þar sem er blússandi óánægja, ég er alltaf óánægður inn í mér sjálfum vegna kringumstæðuna minna. Hver kom mér í þessa kringumstæður? Já, ég bara veit það ekki heldur. Kannski ég sjálfur. Ég held að einhverjir aðrir hafi komið mér inn í þessa kringumstæður. Maður hefur hingað til þurft að bjarga sér sjálfur með einum öðrum hætti. Og mitt líf er ennþá með þeim hætti að maður það nú að bjarga sér sjálfur. Það kemur engin hlaupandi til manns til þess að bjarga manni. Maður hefur alltaf þurft að bjarga sér sjálfur. Og það hefur líklega gert mann að því, þeim manni sem maður er í dag. Sem berst trúar hann að góðu baráttu og þreytist ekki á. Eins og maður hefur gert frá því að maður kynntist fyrst Jesú. Og það er ekki erfitt hlutskipti. Og þetta er gott hlutskipti að vera í. Bókin sem við notum, hún heitir Biblían, og hún talar um allt þetta líf. Hún talar um mikilvægi þess að vera sáttur við sjálfan sig og í eigin skinni. Og það sé ákveðin lykill að hamingju. Að vera sáttur í eigin skinni. Við getum verið sátt í eigin skinni þó kringumstæður sé upp undir það að vera erfiðar. En þetta hefur allt saman gengið í bylgjum. Það hafa verið erfiðar kringumstæður. En stundum hafa kringumstæðurnar líka verið leikandi léttar. Og allt þar á milli, þetta gengur yfir hverja mannesku. Það er ekki lagt meira á annan þar, einn heldur en annan. Þannig bara er lífið að við göngum í svipuðum kringumstæðum flest okkar. Ekki að við séum að lenda í sömu aðstæðum, en aðstæður eru erfiðar vegna þess að við tökum því kannski sem erfiðum aðstæðum. Aðrir taka þessu öðruvísi. Þeir segja við sjálfan sig, þetta er ekki erfiðar kringumstæður. Þetta er verkefni til að leysa úr og vinna með og finna einhverja lausn í. Lífið okkar er bara aðstæður hverju sinni og mitt mat á aðstæðum hverju sinni sem ég þarf að vinna úr. Það breytist ekkit svo lengi sem þú lifir. Þú ert undir þessum kvöðum og verður það víst áfram, hvort sem okkur líkar það betur að vera, sem er allt annað mál.
Þetta er það sem að Drottinn vill tala við okkur í dag. Hann vill sjá að menn séu sáttir og sælir og glaðir í sinni skinni. Og hann er alveg tilbúinn til þess að gefa okkur allt sem við þurfum í það. Og hann er með framfærslu handa okkur sem hann segir að eigi að nægja. En nægir hún? Það er misjafnt eins og mennirnir eru margir. Hvað þeir segja það? Ef að tekjurnar minnka, þá er alveg ljóst að við getum ekki haldið sama standard og var og með það voru kannski helmingi meira og þaðan meira. Sumir safni sjóði til eldri árana og það er ákveðin viska í því. En aðrir gera það ekki og ég er einn af þeim sem gerði það aldrei. Og lætum mig bara nægja það sem ég hef á hverjum tíma, þannig hefur þetta nú verið þetta líf mitt. Maður hefur nú bara látið sér nægja það sem maður hefur haft á hverjum tíma. Og hér er ég enn. Og ekki annað að sjá hann að maður líti bara þokkalega út. Maður hefur bara reynt að lifa sínu lífi eins og þú. Með það sem maður hefur eins og þú. Ég kannski öndvertið þig, er ekki að mæðast yfir því sem er í kringum mig. Og með einhverja hugsanir uppi að það komi illa fram við mig. Það verður aldrei verið komið illa fram við mig. En ég get alveg viðurkennt það að menn hefur gett allt verið sanngjarnir við mann. Það gildir líklega fyrir þig. Að því ef að reiðin er að grassera í okkur, þá vill hún merkja okkur svolítið, hún stjórnar okkur svolítið og öllum okkar hugsunum og allir okkar framkomu. Það er nú eitt. Temjustu við góða framkomu og finnum stað þar sem þessi góða framkoma verður hlutskipti okkar. Reið manneskja sem er bara það, ég sé ekki að hún geti haft leið góða framkomu. Hún þarf að koma sér á einhvern stað þar sem að reiðin verður eftir. Og þá getur hún farið að byggja upp alls konar gott í sínu lífi, til að mynda góða framkomu, sem að býr til betri og fallegri orð, hlýlegri orð, og mönnum og konum fyrir að líða vel í kringum þennan einstakling, vegna þess að núna er honum aftur farið að líða vel sjálfum, í sjálfinu. Er þetta vinnandi vegur? Ég held þú veitir alveg svarið. Jú, þetta er alveg vinnandi vegur, en það gerist ekki ef að menn gera ekkert í sínum málum. Það er nú gömul saga og ný með það allt saman. Aftur sjáum við gagnsemi orðs Guðs, trúarinnar, fyrir líf einstaklinga. Kristur dó fyrir líf einstaklingana. Og fólk sem fer þangað og gerur þetta rétt, það sér líka þennan glæsileika sem trúin er. Það er hægt að horfa á breyskleika mannanna, þetta ómögulega fólk sem alltaf er að hrasa lappirnar og sjálfum sér, í kringum þetta fólk. Það sér bara manneskju eins og sig sjálfa sem er breysk, sem er veiklunduð, sem lætur stjórnast af svo mörgu öðru en hún vildi helst gera. Hjá þessu fólki er ánægja við vogin alltaf svo litið hærri heldur en óánægja vogin. En lífið auðvitað getur verið erfitt og allt það, innan gæsalappa. Ég vil ekki tala um erfitt líf, ég nenni því bara ekki, ég vil bara viðurkenna það. Ég vil tala um eitthvað annað. Þannig að við getum búið okkur til bara meira en bærilegt líf, við getum búið okkur til gott líf, en við verðum þá vilja, við verðum þá stíga þessi skref, við þurfum að ýta sömum hugsunum og sömum talsmáta til hliðar, því hann mun alltaf hindra okkur í að ná þessu.
Aftur bendum við á orð Guðs, aftur bendum við á trúna. Hún nær þessu með okkur, ekki fyrir okkur, hún nær þessu með okkur. Trúin vinnur með mér. Hún vinnur ekkert allt fyrir mig, en hún vinnur með mér. Og það er eitt af því sem lærist með tímanum, að við erum í samstarfi ég og Drottinn. Ég veit ekki hvernig svona tala til þín, ég er löngu hættur að pæli því hvernig sumt tali til fólks. En þetta er staðan, þetta er sannleikum málsins, svo svona er þetta. Og það er með þessum hætti sem ég og þú verðum að tala. Við getum ekki talað með öðrum hætti en þessum. Við verðum að segja fólki leiðirnar. Við verðum að árétta leiðirnar. Við verðum umfram allt að trúa á þessa leið sem við erum að benda. Og við segjum fullum fetum, ég hef farið hana í 30 ár, 40 ár, 50 ár. Við verðum að eiga eitthvað sjálf. Það heitir á máli Biblíunnar vitnisburður. Og þetta er minn vitnisburður. Að ég er bara harla sáttur við, já, mitt líf í dag og hefur reyndar alltaf verið, en þeim ekkert annað að ræða. Maður hefur lifað eins og þú, bara sína sveiflur. En svona í grunninn og þegar upp í staði hefur þetta verið bara bærilegt og þolanlegt og ágætt. Þetta er svona nú mitt líf, ég veit ekki með þitt líf. Þetta er því sem mér heyrist, þá hefur þetta sumt líf, sumt sól, ekkert verið neitt nema hörmungar. Ég er ekki að gera lítið úr því. En ég þekki þetta ekki og ég er þakklátur fyrir það, já. Sjáum að við getum verið þakklátt fyrir margt. En ég geti verið með uppi allt aðra mynd af bara mínum kringumstæðum í dag. Ég geti verið alveg svoleiðis blússandi reiður út í allt og alla yfir því að maður skulle vera í þessari stöðu ennþá. Þannig er það nú ekki hjá mér. Við erum bara að vinna úr kringumstæðunum eins og þeir eru núna. Við höfum ekkert annað. Og þú ferði í veskið þitt og þú sér að þetta er staðan og þetta er það sem þú þarft að vinna út frá. Er það ekki rétt? Og þú sér að þetta er ekki að ganga upp. Og þú getur náttúrulega orðið alveg svakalega fúll yfir því. En þú getur líka tekið rétta afstöðu og byrjað að bara að spyrja sjálfum þig, af hverju geti ég verið án? Það er oft byrjunin. Það er byrjunin á þeim, því fólki sem sættir sig við sína kringumstæður. En sumir segja, menn eru alltaf að segja, að maður er nú ekki að sætta sig við neitt. Ég er ekki inn á því. Ég vil sætta mig bara við þetta eins og þetta er. Þegar það er nú svo viska sem mér hefur verið gefin, að hafa ekkert annað en það sem er. Þetta má ég vænta betra. Þess vegna er ég trúuð manneskja. Ég ætlast til þess að hún gerir líf mitt gott. Trúir þessu? Drottinn er að vinna verkin fyrir okkur. Hann er að gera þetta í dag, en svo mætir það þér inn í framtíðinni. Þannig vinnur Drottinn. Ef þú vissir allt sem hann er að gera fyrir því í dag, þá myndur þú sennilega alveg vera rasandi hissa á öllu því dæmi. En svona er Guð. Þetta er Jesús sem ég vil að þú vitir þetta er hann sem ég er að boða. Þannig að við erum ekkert á neinu flæðiskeri í þessu. Heldur erum við bara með Jesú með okkur. Og hvar eru þó vandamálin sem við erum alltaf að glíma við? Ef við bara leyfum honum að takast á við þetta með okkur. Það er ákveðin kennsla sem fylgir því að sjá þetta þessum augum. Og við segjum, víst mun Drottinn vel fyrir sjá. Og þetta hefur maður gengið út á, síðan að Drottinn varð manns hlutskipti, og ég segi ekki eftir því að hafa tekið upp þennan hanska. Hann hefur algjörlega virkað í mínu lífi
og ég veit að hann mun virka í þínu lífi, en þú verður þó að gera eins og ég, þú verður að leyfa honum að verða einhvað fyrir þitt líf. Drottinn lætur engan henda höng upp á bakið og sér. Hann sér hverjum degi og hann skaffar í hverjum degi. Þannig bara Jesús, í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.